Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem alltaf til hægri. And so this is why we Americans may sometimes come off as a little direct and urgent in our counsel. This is why President Trump demands seriousness and reciprocity from our friends here in Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected, not just economically, not just militarily. We are connected spiritually, and we are connected culturally. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive, because the two great wars of the last century serve for us as history's constant reminder that ultimately our destiny is and will always be intertwined with yours. Because we know that the fate of Europe will never be irrelevant to our own. National security, which this conference is largely about, is not merely a series of technical questions. How much we spend on defense or where, how we deploy it, these are important questions. They are. But they are not the fundamental one. The fundamental question we must answer at the outset is, what exactly are we defending? Because armies do not fight for abstractions. Armies fight for a people. Armies fight for a nation. Armies fight for a way of life. And that is what we are defending. A great civilization that has every reason to be proud of its history, confident of its future, and aims to always be the master of its own economic and political destiny. It was here, in Europe, where the ideas that planted the seeds of liberty that changed the world were born. It was here, in Europe, where which gave the world the rule of law, the universities, and the scientific revolution. It was this continent that produced the genius of Mozart and Beethoven, of Dante and Shakespeare, of Michelangelo and Da Vinci, of the Beatles and the Rolling Stones. And this is the place where the vaulted ceilings of the Sistine Chapel and the towering spires of the great cathedral in Cologne, they testify not just to the greatness of our past, or to a faith in God that inspired these marvels. They foreshadow the wonders that await us in our future. But only if we are unapologetic in our heritage and proud of this common inheritance can we together begin the work of envisioning and shaping our economic and our political future. Sem utanríkisráðherra ber Marco Rubio ábyrgð á að framfylgja utanríkisstefnu Donalds Trumps, Bandaríkjaforseta, með trúverðugum hætti og á traustum grunni. En enginn sem fylgst hefur með pólitískum ferlim Rubios efast að hann nálgist ekki verkefnið út frá eigin sannfæringu. Frá því hann tók sæti í öldungadeildinni árið 2011 og hafði raunar setið í nokkur ár á fylkistinginni í Flórida, hefur Marco verið haukur í öryggis- og varnarmálum. Gagnrýnt einræðisríki á borð við Kína, Rússland, Íran, Kúbu og Venezuela og lagt áherslu á fælingarmátt öflugra hervarna. Hann sver sig að þessu leyti í ætt við Reagan, í trú sinni á styrk lýðræðisríkja og mikilvægi samstöðu þeirra gagnvart alræðisöflunum. Og hann sver sig raunar líka í ætt við Reagan þegar það kemur að hugmyndafræði í efnahagsmálum. En þessi sýn mótaði framgöngu hans á öryggisráðstefnunni í München fyrir nokkrum dögum.
Þar fylgdi hann megin línu Trump-stjórnarinnar en tónninn og talsmátinn var allt annar í samræmi við samfæringu hans. Forsetinn og J.D. Vance, varaforsti, hafi ekki aðeins verið harðorðir í gagnrýni á stefnu Evrópulanda og nokkru leyti með réttu, heldur einnig beint þar óbeinum hótunum að minnstakosti. Rubio annarar gerðar. Hann lagði í ræðu sinni áherslu á sameiginlega hagsmuni og söguleg tengsl Evrópu og Bandaríkjanna, eins og við heyrðum í hljóðbrjótinu hér áðan. Örlög Evrópu munu aldrei vera óviðkomandi okkar eigin, sagði hann og undirstrikaði að veik Evrópa geri Bandaríkin veikari. Markmið Bandaríkjanna sé ekki að eiga undirgefna bandamenn, heldur öfluga samstarfsaðila sem geti varið sér sjálfir og þannig styrkt sameiginlegar varnir og fælingarmátt. Þráttur dramatíska orðræðu Trumps og J.D. Vance augljóst hve hagsmunir Evrópu og Bandaríkjanna eru samtvinnaðir. Hugsanlegt hrun NATO sem margir voru farnir á spá en enginn trúir myndi auðvitað veikja báða aðila. Þetta vita allir. Bandaríkin myndu missa sína bestu bandamenn og Evrópa stæði frammi fyrir gríðarlegum kostnaði við að byggja upp bæði hefðbundin herafla og sjálfstætt kjarnorku vopnabúr. Í raun virðist hugmyndafræðilegur ágreiningur Trumps ekki verum NATO heldur miklu fremur stefnu Evrópusambandsins. Þjóðaröryggi stefna Bandaríkjanna leggur áherslu á þjóðríkið sem grunn einingu alþjóðakerfisins. Evrópusambandið byggir hins vegar á yfir þjóðlegri hugmyndafræði samruna þar sem þjóðerni, hyggju og fullveldi eru litin hornauga. Þessi munur birtist meðal annars í deilum Bandaríkjanna og Evrópusambandsins reglusetningu, loftslagsstefnu, innflytjandamál og málfrelsi og ekki síst í afstöðu til bandarískra tæknifyrirtækja. Washington eða stjórnvöld í Bandaríkjunum líta svo á að reglur ESB það sem kalla falsupplýsingar og stafrænt eftirlit grafi undan pólitísku frelsi og hagsmunum bandarískra fyrirtækja á meðan að Brussel, bjúrókratarnir þar, telja sér vera að verja lýðræðið. Í ræðunni á öryggisráðstefnunni sagði Rubio meðal annars, orðrétt: Við útvistuðum fullveldu okkar í auknum mæli til alþjóðlegra stofnana samhliða því sem margar þjóðir fjárfestu í gríðarstóru velferðarkerfi á kostnað þess að viðhalda getunni til að verja sig. Til að friðþægja loftslagskirkjuna tókum við upp orkustefnu sem að gera fólkið okkar fátækara á sama tíma og keppinautar okkar nýta olíu, kol og jarðgas og allt annað, ekki aðeins til að knýja hagkerfi sín, heldur til að nota sem vopn gegn hagsmunum okkar. Og í leit að heimi án landamæra opnuðum við dyr okkar fyrir fordæmalausri bylgju fólksflutninga sem ógnar samheldni samfélag okkar, menningu okkar og framtíð fólksins okkar. Við gerðum þessu mistök saman og nú saman skuldum við fólkinu okkar að horfast í augu við þessa staðreyndir og halda áfram að endurbyggja. Tilvitnun lýkur. Allt fléttast þetta saman við þá djúpstæðu samfæringu Bandaríkjaforseta að aðildarríki NATO hafi komist upp með að láta Bandaríkin bera stærsta hluta kostnaðarins af vörnum álfunnar á liðnum áratugum. Það tók leiðtoga Evrópu nokkuð tíma en flestir eru þeir orðnir sammála forsetanum að þessu leyti. Evrópa verður að taka meiri ábyrgð á eigin öryggi en hún hefur gert. Og í huga þess sem hér talar ber að hrósa Trump, hvað svo sem annað má mann segja, fyrir að neyða leiðtoga Evrópu til að axla meiri ábyrgð á eigin vörnum, á eigin málefnum.
Bandaríkin og Evrópa eiga samleið, sagði Rubio og bætti við orðrétt: við erum hluti af sömu siðmenningu, vestrænni siðmenningu. Við erum bundin hvert öðru með dýpstu böndum sem þjóðir geta deilt, mótuð af sameiginlegri sögu, kristinni trú, menningu, arfleifð, tungumáli, uppruna og fórnum sem forfeður okkar færðu fyrir þá sameiginlegu siðmenningu sem við höfum merkt. Þess vegna getum við Bandaríkjamenn stundum vist svolítið beinskeyttir og ákveðnir í ráðleggingum okkar. Þess vegna krefst Trump forseti gagnkvæmni af vinum okkar hér í Evrópu. Ástæðan, vinir mínir, er sú að okkur þykir vænt ykkur. Okkur er innilega annt framtíð ykkar og okkar. Og ef við erum stundum ósammála ykkur, þá stafar ágreiningurinn af djúpstæðum áhyggjum okkar af Evrópu sem við erum tengd, ekki aðeins efnahagslega, ekki aðeins hernaðarlega, við erum tengd andlega og við erum tengd menningarlega. Við viljum að Evrópa sé sterk. Við teljum að Evrópa verði að lifa af. Því 2 stóru heimsstyrjaldir síðustu aldar eru stöðug áminning á endanum eru örlög okkar samtvinnuð. Í ræðunni lagði Rubio áherslu á að Evrópa og Bandaríkin verða endurbyggja getuna til að verja þjóðirnar og greinilegt er að hann vill víkka út samstarfið innan NATO. Verkefnið eigi ekki aðeins að vera á sviði hernaðarsamvinnu. Það ætti einnig að beinast að því að efla í sameiningu gagnkvæma hagsmuni og móta nýjar vígstöðar, leysa og læðingi hugvit, sköpunargáfu og kraftmikinn anda til að byggja nýja vestræna öld. Geimferðir í atvinnuskyni og háþróuð gervigreind, iðnaðar sjálfvirkni og sveigjanleg framleiðsla, sköpun aðfangakeðju fyrir mikilvæga málma sem eru ekki viðkvæm fyrir fjárkúgun annarra stórvelda og gera sameiginlegt átak til að keppa markaðshlutdeild í hagkerfum heimsins. Orðrétt sagði Rubio: saman getum við ekki aðeins endurheimt stjórn á eigin iðnaði og aðfangakeðjum, við getum dafnað á þeim sviðum sem munu skilgreina 21. öldina. Skilaboð Marco Rubio voru skýr í munn hér. Hann sagði: við viljum ekki að bandamenn okkar séu veikir, því að það gerir okkur veikari. Við viljum að bandamenn geti varið sig svo að engin andstæðingur freistist nokkur tíma til þess að láta reyna á sameiginlegan styrk okkar. Þess vegna viljum við ekki að bandamenn okkar séu fjötraðir af sektarkennd og skömm. Við viljum bandamenn sem eru stoltir af menningu sinni og arfleifð, sem skilja að við erum erfingjar sömu göfugu siðmenningarinnar sem ásamt okkur erum viljugir og færir að verja. Tilvitnun lýkur. Rubio ítrekkaði að ríki Evrópu verði að grípa til aðgerða og hafa bolmagn til að standa á eigin fótum. Bandarísk stjórnvöld hafi engan áhuga að hafa umsjón með skipulegri hnignun Vesturlanda. Við leitumst ekki við að sundra, sagði Rubio, heldur endurlífga gamla vináttu og endurnýja mestu siðmenningu í sögu mannkins. Hann vill, Rubio, endurvaki bandalag sem ekki lamað af aðgerðaleysi vegna ótta við loftslagsbreytingar, ótta við stríð, ótta við tækni. Við viljum bandalag sem þýtur djarflega inn í framtíðina, sagði Rubio og bætti síðan við: bandalag sem er tilbúið að verja fólkið okkar, vernda hagsmuni okkar, varðveita athafnafrelsið sem gerur okkur kleift að móta eigin örlög, ekki reka alþjóðlegt velferðarkerfi og kaupa friðþægingu fyrir meintar syndir fyrir kynslóða. Bandalag sem leyfir ekki að valdi þessi útvistað, takmarkað eða komið undir kerfi sem það hefur ekki stjórn á. Bandalag sem er ekki háð öðrum mikilvægar nauðsynjar og við heldur ekki þeirri kurteisu tilgerð að lífshættir okkar
séu aðeins einir af mörgum, biður leyfi áður en það framkvæmir. Og umfram allt, bandalag sem byggir á þeirri viðurkenningu að það sem við, Vesturlönd, höfum erft saman, sé eitthvað sem einstakt, sérstakt og óbætanlegt. Með því að starfa saman á þennan hátt munum við ekki aðeins stuðla að endurheimt skynsamlegar utanríkisstefnu, heldur öðlast skýrari sjálfsmynd. Við endurheimtum stöðu okkar í heiminum og fælum þau öfl sem ógna bæði Evrópu og Bandaríkjunum með því að útrýma siðmenningunni. Ég læt hér staðan við að vitna í ræðu Marco Rubio sem í mínu huga með þeim merkilegri á síðustu árum þegar að kemur að öryggis- og varnarmálum. En ég hvet hins vegar alla til að lesa ræðuna að hluta eða öllu leyti. Það má meðal annars gera á vefsíðunni t24.is. Þar hún að mestu leyti birt á íslensku, lítilega stytt, en þar einnig hlekkur á myndband með ræðunni í fullri lengd. Það mun enginn tapa á því að kynna sér ræðuna, hlusta á hana sérstaklega. Hún vel flutt, tekur hálftíma. Það mun enginn tapa á því. Ég þakka þeim sem hlýddu. Góðar stundir.